Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, það er bara Tekken 3 stef hérna undir. Kristinn Björgólfsson er komin á línuna leikmaður fram og hjá leikmannum samtökum Íslands. Komdu blessa og sæll. Spilaði þú eitthvað tíman Tekken? Hvað segirðu? Spilaði þú eitthvað tíman Tekken sem er hérna undir? Nei. Nei. Ekki sem ég mun ekki, sko. Ég var bara alltaf í Nintendo, sko. Þú varst alltaf í Nintendo, það er rétt. Það er glæsið. Herðu, þú ert honum framari? Já. Þetta hérna, já, ég er náttúrulega íþróttafréttamaðurinn búinn að vera svo rosalega mikið á netmiðlunum upp á síðkastið eða þannig. Já. Bara, já, þú leiðréttir mig hérna bara í beinni og ég kallaði Íring áður en að þú mættir Já, það ég veist að segja, það fyrir ekki verið allir með að kalla mig Íring, held ég, sko. Já. Það er ekkert nýtt á nálinni þar allavega. Nei, nákvæmlega. Herðu, en svona aðeins að handboltanum áður en við förum í leikmannasamtök Íslands að hérna, já, hvernig hefur fundist þetta tímabil búið að fara af stað? Þetta hefur farið, veist mér, svolítið bara svona fínt af stað, sko. Mikið jafna leiki og ekkert svona, það er svona sjálftíð bust. Já. Þannig að það er svona mikið neina kvarta, sko. Já. Og, já, svolítið skemmtileg hvernig taflan er, afturhelding á tótnum og ÍR í öðru, þetta er eitthvað sem að spámenn voru svo sem ekkert að henda þessu inn. Nei, vissilega ekki, sko. Við hlóðum svolítið að því við Breiðholti, sko. Við vorum svolítið að feira því að það skildi enginn nefna okkur og neitt á nafn, sko. En ég er með klassalið, sko. Og sko, mestu brettin í deildinni, myndi ég segja, sko. Já. En hvað eru þið eiginlega að gefa honum þarna Björgvini Þór Holgersinni hvað er hann að setja honum í maga sinni? Eða hvað er í gangi með þennan leikmann? Komið 75 mörk í þessum 8 leikjum. Fiskbú Holmgers, mjög góður. Það er mjög góð búð, sko. Já, og það er greinilega að gefa kraft. Já. Nei, það var nú svolítið fyrra að ég liði að svona svolítið prega því að ef það gekk illa þá bara fór Björk að stað og byrja að skjóta, sko. Það var að segja þess að það er auðvitað meira skipulag á liðinu í ár og það er vissulega að spila upp á Björka eins og aðra. En Björki kannski besta skiptar í deildinni ef það kemur að skjóta á 13 metrum. Já, fyrir maður nú vera. Ég spilaði nú sko upp alla yngri flokkana við bróður hans. Já. Þannig að ég svona þekki þetta er ekkert nýtt fyrir mér. Nei. Eitt sem að kemur óvart að þeir geta skotið svona? Nei, það er þetta sem við höfum oft hleyja á einsi að það er útrúlegt að hann hefur aldrei verið meiddur á öxlinni, sko. Þrátt fyrir að haldi það rosalega margir, sko. Já. Herðu, en já, þú ert árið framari og ert að fara að bjarga framurum með ekki aðeins ofar töfluna? Ég persónulega sem kannski ekkert að fara að bjarga þeim eitt en ég skal hjálpa til alveg eins og ég get. Já. Og hérna, ef eitthvað gagn í mér sem ég vil nú meina að sé ennþá þá lítur þetta ölliti öðruvis út eftir svona jólin. Þú ert allan búinn að skora 8 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Það er meira en ég gerði allt síðast tímabil. Já, þannig að þú ert að koma allan ágætlega út þarna, tölfræðilega séð. Já. Og búinn að láta tvisvar rekkað út eða 2 mínútur? Ha? Já, það stendur hérna á tölfræði HSI. Síðan ég fóru fram með það? Já. Komið 2 mínútur á því? Já, það er nú sannlega bara eitthvað nýtt fyrir öllum. Já. Það er ekki enda búið að reyka mútið á það, sko. Nei, já. Það hafið eitthvað svona farið línustrykk. Já, erfitt að vera í þessu að þú ætlar að vera og klikka á þegar það kemur að beinni textalýsingu þá gerum við mistök, sko. Já. Þetta er ekkert mál. Ég get tekið þess að 2 mínútur á mig, sko. Já. Herru, en þú mynd líka vera að þjálfa hérna í Samamýrinni, eða ekki? Jú, ég tók við hérna 3. kvenna. Já. Það er svona nýtt fyrir mig að þjálfa stelpur. Já. En það er gaman. Bara áskoranir, já, þú verðist geta endalaust hlaðið á þér. Það er náttúrulega leikmannasamtök Íslands. Það er náttúrulega nú að snúast hjá þér þar, eða ekki alltaf?
Jú, það vart að segja það verður alltaf meira og meira. Já. Já, hvað er svona helstu verkefni hjá ykkur þessa dagana hjá leikmannasamtökunum? Þau eru ýmisleg, sko. Þau eru allt frá því að efla bara þjónustu við okkar félagsfólk. Við gerum nú daginn mjög góðan samning við eins og Fæturs Toga gönggreiningu. Þar sem að runni félagsmenn í okkur fá mjög góða afslætti af bæði göngugreiningu og vörum hjá eins og Fæturs Toga. Það er náttúrulega vissulega samaskapið þá reynum við að fá inn fyrir félagsmenn. Síðan er alltaf einhver mál sem að koma upp og... Já, þið já, nú á dögunum varum við með mann í viðtali úr leikmannahópi Esjunnar og já, þeir voru í miklu vandræðum, mér skilst að þeir séu búin að leita til ykkar aðstoðið það ekki? Jú, þeir hafa gert það. Já, þeir voru í vandræðum með að komast að? Já, það snýst kannski fyrst og fremst aðstöðuleysi. Það sem þetta er svolítið öðruvísi í hockey heldur en í handbolta eða fótbolta. Já. Að þetta er svolítið mikill búnaður og það er getur maður sagt á góðri íslensku djöfulegt að þurfa að pakka öllu dótinu ofan í tösku eftir æfingu og taka það upp og leið þú kemur heim. Þetta er svona eins og að ef þetta er handbolta þá var þetta eins og að vera með svona 3 til 4 töskur. Já. Það er, já, svolítið mikill munur þar á milli. Já, svo er bara búnaðurinn dýr. Búnaðurinn er 350-400 skall. Sem sagt, hlífðarbúnaðurinn sem þið nota. Já. Og það hefur snúist mest að fá aðstöðu fyrir þá í Skautavöll Reykjavíkur. Upp á svo þeir geti þurrkað sem búnað og fengið sín eigin klefa og annað. Já. Þannig að það máli bara í mjög góð farfi og er í vinnslu og... Og kannski fyrir þá sem ekki vita hvað, það er náttúrulega, vita ekki allir endilega sem eru að hlusta á núna hvað leikmannasamtök Íslands eru. Þið eru þarna aðstoða, eða ekki, já, allt íþróttafólk og í kringum íþróttar landsins. Jú. Og já, meðal annars eru þið að bjóða íþróttafólki upp á, eða félögum upp á það, já, félög læri til dæmis, þið eru að koma inn á það ekki að þið læri skyndihjálp? Jú, það er eitt af svona okkar gæluverkefnum. Já, en það veitir kannski ekki að því? Nei, það er ekki, við getum bara tekið dæmi sem gerði síðustu viku að það var sænskur handboltamaður sem að fékk hjartafall á vellinum. Já. Þannig eins og ég sagði við síðast held ég að Íslendingurinn má ekki vera svo vitlaus að halda að þetta gerist ekki hérna einhvern tímann. Nei, nákvæmlega. Það er vonandi að við þurfum alltaf einmitt ekki að þurfa að jarðaför til þess að átta sig á því. Nei, það er vonandi ekki, en ég er rosalega hræddur að það verði raunin. Nákvæmlega. Þegar það er talað fyrir rosalega daufum eyrum fólks þegar þetta er nefnt að nafn. Það er svona, já, eins og menn svona lítið framhjá þessu. Já, menn eru svona, ég meina, kunna þetta ekki allir og er þetta ekki eitthvað svona, jú, þú veist, sjáum bara til og eitthvað og svo ég segi bara byrju fyrir ekki, ef ég er að þjála barnið þitt og það hreinu niður, viltu þá ekki svolítið að ég kunni að bjarga þig? Þá er allir til, sko. Já, nákvæmlega. En að borga því góða fólki sem að kann þetta og getur kennt þér þetta og getur kennt öðrum þetta, það verður stöður rosalega vandamál. Já. En svo hafið þið verið með bjóð upp á svona búnaði fyrir íþróttafólk og eru núna til dæmis búin að vera, í sumar voru þið einmitt að koma fram með nýja leggklífar. Já. Frá svokölluðu G-form. Já, það er sem sagt umboð sem við höfum undir höndum. Við fengum hlífar í sumar frá þeim sem við létum svona
ég var í móðgengan þegar ég segi að svona besta knattspyrnufólk landsins prófa. Og þar getum við talið upp fólk eins og Gary Martin í KR, Veiga Pál, Garðar Jóhannsson, Hörpu Þorsteins, Eli Mettu, Hallberu, Glódís Perlu, Hafsteinn Brím í Fram. Svona þetta að telja lengi áfram. Já. Söndru Sig, landsmarkmann í Stjörnunni, Stefán Gíslason. Það að telja lengi áfram með þetta. Já. Og þetta var svona tryout í rauninni að sjá hvernig þetta kemur út og hvað þetta fólk myndi segja, og það er óhætt að segja að þetta hafi komið mjög vel út. Og hann ekki langt sinni talaði við Garri, en hann sagði við mig að ef að ég þurfti hjálp, þá skilti hann koma og hjálpa mér í að kynna þetta í Kringlunni eða hvar sem væri það, því að það ætti í rauninni bara allir að vera með þetta. Já. Þetta hefur hann búin að bíða eftir alla ævi. Já, hann fann mikinn mun á því að nota þessar legghlífar. Já. Því að þarna erum við reynilega að tala bara svona sokk sem þú klæði í og þú þarft ekkert að teipa, þú þarft ekki að gera neitt. Nei. Það er svolítið lúxus. Mikill. Já, það er vissulega mikill lúxus. Já. Og hlífarnar eru sérhannaðar í því að leið það sem að ef höggi kemur á, hvað ég að segja, efri hluta sköflungsins, að þá dreifist álagið út. Þannig að þú átt að finna minna fyrir högginu akkurat á þeim stað sem það kemur, þetta svona dreifist það yfir löppina. Og þessar hlífar eru þynnri en allar aðrar hlífar. Svona ætla ég að leiða mér að fullýra með því að fá afsaka ef ég hef rangt fyrir mér. Já. Og held ég sé bara mjög gott af því að það er fólk í Pepsi-deildinni og í fyrstdeild sem að spilar með teipu innlegg úr skónunni sínum af því að það leggliðar eru svo óþægilegar. Já. Þannig er vonandi koma hlífar sem hægt er að vinna út úr. Já. Og fólk er tilbúið að nota. Það er kannski bara að gera, já, það er klikka margir hverjir sem eru í áhugamanna boltanum að vera jafnvel í legghlífum því að það er oft dómarar sem líta fram hjá því að því að þetta séu utan deildir. Og, já, ég þekki nú bara sjálfur sveitinu minni í sunnlensku deildinni að það eru margir sem að spila ekki með legghlífar því að það finnst bara vesen að vera með þær. Klæða sig í það og svona. En sko það er ekki sem nennir að klæða sig í svona og teipa þetta allt til og frá og svo virkar þetta, þú veist, þannig séð ekki. En skilur, ég er svo sem alveg vissum að þú ert í legghlífum frá okkur frá G-form að það sparkar með líðing, þá er það djöfulega vont, sko. Þess að það breytist ekkert. Nei, okkurlega. En eins og við segjum, í þessu dæmi er ný tækni. Þú mátt þvo hlífarnar. Já. Þú gleymir þessu síður, þetta er rosa þægilegt. Ég held á þessu höndunum akkurat núna, sko. Já. Og það er svona hægt að krumpa þetta til eins og maður vill og það er nekkert vesen, sko. Já. Okkurlega. Þannig að þessar hlífar eiga nú eftir að koma vonandi leikmannssamtökunum vel til haga því að 4% af hverju sölu frá sem að hver hlíf sem er selt 4% af henni fara til leikmannssamtökunum. Þannig að það ætti að hjálpa ykkur aðeins í svona byrja starfið. Þetta hjálpar vissulega í því að halda okkur gangandi við, náttúrulega byrja starfið er illa sagt. Nei, ég er ekki svo orðheppnasti maður Íslands þannig. Nei, við vissulega liggjum við undir svolítið tight budget og það er kannski svona ástæði fyrir því að við erum ekki búin að gera meira en við erum búin að gera þrátt fyrir að við séum búin að gera mjög mikið.
og ég að fara ráðstefnu fyrir leikmannssamtökin núna til Finnlands á miðvikudaginn og þeir út í Evrópu, þeir skilja ekki að við séum komið svona langt með við að við séum bara stofnuð í janúar sko. En svo hérna fyrir áhugasama sem að vilja setja sig í samband við leikmannasamtök Íslands eða skrá sig í félagið, hvernig er best að fara að því? Það er bara að fara inn á leikmenn.is. Þar er rosa einfaldur flipi sem að stendur skrá sig og gera félagsmaður til að vera nákvæmlega orðréttur. Já. Og inn á Facebook erum við líka og það er hægt að panta legglíðana frá G-form og þetta, við erum að fá þetta núna í vonandi næstu viku og þetta er án efa jólagjöf fótboltamannsins. Já, nákvæmlega. Eða konunar. Já, eða bara gefa konunum þetta og segja, já, nú slasa ég mig ekki á fótboltavellinu. Já, svo náttúrulega bara, þetta er fyrir börn líka, sko. Já. Þetta smólstarðin hjá okkur er fyrir 8 ára og eldri í rauninni. Okay. Þannig að fólk er tilbúið að borga liti meira fyrir gæðin heldur en að kaupa eitthvað rusl, sko. Já. En svona rétt í lokin, Kristinn, í Ólisteild karla, er þessi deild ekki bara þannig að það virðast öll lið geta unnið alla, því að þetta er nú þannig, lítur allt út fyrir það, þetta er nú ekkert lið eitthvað sérstaklega rústa öðru liðum. Jó, ég held að það verður svolítið tætt, sko, út á því hvernig allt er. Já, ég er allan að fegin að maður er ekki búið til stuðlana á þessum leikjum. Nei, þetta eru stuðlarnir lélegir, sko. Já. Ekki að maður mælir sérstaklega með því að þá sérstaklega leikmenn séu að veðja á leikina en það er náttúrulega vissilega fólk sem er í því en ég held þetta verði svolítið svona tætt alveg fram til enda sko. Já. Og það er svona gefur svona lit sko. Það er svona margir sem voru pirraðir við því að það væri sett í 10-lega deild og komið 8-lega úrslita keppni og svona. Ég er svo sem alveg einn af þeim. Já. Ég hef ekki viljað fara þessa leið en það sýnir sér svolítið að þetta er allt í lagi og þetta gengur alveg upp. Ég held þetta verði samt sem áður svona tvískipt deild með efstu 5 á móti neðstu 5. Já. Og sá pakki gæti verið sko gæti skipst svolítið snemma. Já. Í rauninni að þau lið sem verði í neðri kantinum þau verði þar. En það er, maður veit aldrei. Já. En svona í lokin þá er náttúrulega stórleikurinn fyrir þig er það ekki, það er Fram IR 20. nóvember. Það er 20. nóvember og svona segir mér smá fréttir sko. Já. Þú er náttúrulega að hugsa bara til næsta leiks eða ekki? Jú, við Framarar við höfum ekkert svona efnan en öðru en við höfum IBF í næsta leik og við förum alveg óhættir þangað. Okay. Það er alltaf gaman að koma að leigja en það er ekkert eitthvað sem við hræðumst eitthvað frekar með eitthvað annað því að ef við ætlum að gera það þá fyrir illa. Já, okay. Kristinn Björgólfsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við munum heyrast heldur betur og sennilega þegar nær dregur jólum. Já, það bara þið eru velkomin að ringja alltaf þú vilt. Já, bestu þakki fyrir það. Já. Það var gott. Ekki mál. Blessaður. Segðu það, bless. Já, hvetjum alla til þess að kynna sér leikmannasamtök Íslands, leikmenn.is. Þau eru líka með Facebook síðu starfandi leikmannasamtök Íslands. Kannski rétt að minnast á næstu leiki í Ólisteild karla og það er á fimmtudaginn í Víkinni, fimmtudaginn næsta þá eru einhverju leikir. Það er heil umferð á fimmtudaginn klukkan 6 í Vestmönnum, IBF Fram, svo klukkan 7 Akureyri Afturelding í höllinni og klukkan 7:30 í TM-höllinni Stjarnan IR og HK Haukar í Digranesi og svo klukkan korter eru 8 í Vodafone-höllinni Valur FH. Það er ekki langt, við ætlum að halda okkur áfram með handboltan, það er næsta dagskrá er það
Þorsteinn Jökull Harðarsson hjá sport.is. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið